Við Íslendingar höfum lært að hlýða víði að undanförnu en hér í austanverðum Skagafirði hafa menn og konur fundið annan til þess að hlusta og sá heitir Atli. Hér hlýða menn Atla. Atli, hvernig kemur til að þú hefur þessi yfirráð og völd hér í hreppnum? Ég veit nú svo sem ekki hversu valdamikill ég í raun en þetta á sig nú ákveðna forsögu þetta ruslastand alls saman það var ótrúleg árátta í margra hér í sveitinni og reyndar víða annars staðar að hnoða ýmiss konar drasl upp á kerru og keyra með það næsta gám og henda því úr þar frekar en að halda ferðin áfram í flokkunarstöðun á Sauðárkrók sem hefur verið mjög glæsileg og synd að nýta hann ekki. Svo það held ég fyrir 3 árum síðan þá að við þurftum alltaf að hreinsa þetta einu svona ári og þetta stendur við réttina hjá okkur. Þá ákváðum við semst að vera með pínu leiðindi svona í framhaldi af því að var búið að taka hauginn og ég hótaði öllu illa inn á Facebook þar sem ég nú fjallskýrastjóri og þessar réttir heyra undir fjallskýrasjóð. Þá hótaði því meðal annars að ég myndi ef ég kæmist að því hver var að henda ruslinu við gámana þá myndi ég taka það og keyra því heim og sturta og hlaða því hjá viðkomandi. Og þetta gaf alveg ótrúlega góða raun. Þessi gámur sem stöndum við hér, það bara varla hægt að segja að hafi verið hent hér rusli annað en bara á rétta staði. Og meira þess að nokkrum vikum seinna þá hringdi einn sveitungi minn og sagði mér að það væri poki upp við gáminn til að láta mig vita. Og ég baði hann bara að henda honum upp í. En svo á þessum síðustu vestu tíma þá var ég staddur í Hjaltadal núna fyrir nokkrum dögum síðan og öll þessi veiru umræða getur nú svona espað upp einhvern pirring í manni og þá sá ég alveg heilt vörubrötti og smá girðingadræsi fyrir utan gáminn og setti eitthvað smá status hann inn að ef viðkomandi treysti sig ekki til þess að drulla sig í gáminn skildi ég bara aðstoða þeim, ætti bara að hringja í mig. Og það var mjög saklaust en svo hefur við búum hér í mjög húmorísku samfélagi sem betur fyrr og einhver sá svona húmorinn í þessu og skellti þessari ágætu mynd sem kannski ekki besta myndi sem hefur verið tekin af mér en allt í lagi. Og þetta sem sagt komið bæði við þennan gám hér og eins upp í Hjaltadal. Og já, svona heldur bara. Það alveg hótað, hér hlýðum við Atla. Já, þetta slagorðið nú svolítið í samfélaginu í dag. Reyndar ekki með mig þar á baku en Heldur að víði verður ekki bara fegin að fá einhvern annan sem á að hlýða líka? Já, kannski ágætt að dreifa álaginu á hann. Það ekki það. En sko þessi mynd náttúrulega alveg hreint brandari út af fyrir sig. Hvernig var hægt að ná þessu að svona myndalegu manni? Það var þannig að við vorum að byggja fjós í fyrra vetur, stórt og mikið fjós og áramótin þá sagði ég við klörukona mín að nú ætla ég ekki að raka mig fyrir að fjósið væri orðið klárt. Og það tók nokkra mánuði frá áramótum. Svo á meðan þessum rakstri stóð svo, þá kom dóttir mín að mér og það sem ég var svona hálfnaður rúmlega, náði þessari mynd. Þannig hún nú orðin áskömmul eitthvað svoleiðis. Og svo slapp tengdasonurinn eitthvað í símann og skellti þess inn sem forsíðu eða hvað þetta heitir nú mynd á Facebook. Og menn eru voða hissa hvað ég hafi verið fljótur að safna. Þannig að já, svoleiðis var hún tilkomin. En grunar þig einhvern sveitungaðinn? Einhver sem liggur undir grun að hafa sett þetta? Sko, mig grunaði fyrst nágranna Laufskálaréttar sem býr á Laufskálum en hann ber þetta algjörlega af sér og svo eftir að þetta kom við þennan gám líka þá fór maður að horfa meira í það umhverfi og hér upp í fjöllunum búa nú feðgar á sitthvorum bænum og ég svo sem ekki að segja að það hefur verið þeir en það gæti verið. Það ekki ólíklegt í þessari húmorísku sveit. Nei, þeir eru alls í svona eiga til að koma með svona skot og en hver sem það hefur svo sem verið þá gef ég alveg einhvern upp á 10 fyrir þennan húmor. Og eitt enn, það mjög hreint í kringum gámana. Já, það mjög hreint í kringum gámana.
þessi hefur verið alveg bara til fyrirmyndar og við það báðar raunverulega og hérna einhver stakk því nú að mér að þetta bretti gæti nú hafa verið út af því að einhver hefur verið svo lágvaxinn að hann hefði ekki náð að henda upp í gáfinn, það er svona bretti sem standa upp á en ef svo þá bara biðjum við komandi að hérna hafa bara með sér tröppu næst. En þetta ekki bara gott ráð til allra gámasvæða á landinu að fá bara mynd af þér og hér hlýðum við alla? Allavega hætta að henda ruslinu kringum gámana. Ég er nú ekki kannski beint til í að dreifa þessari mynd svona, ekki svona alþjóðavísu en ef að það verður til þess að fólk hætta að henda ruslinu annars staðar en í gáminu eða keyra því í flokkun, þá er það bara hið nú góða.